Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn. Við ætlum að venja að tala ýmislegt. Við ætlum meðal annars að fá í heimsókn til okkar listamann sem að opna sýningu hér á Akureyri helgina. En hann hefur verið að safna að sér rusli frá árinu 2002. Og ég giska á að komið með smá rusli settið til okkar. Við ætlum líka að fá síðuskóla hetjurnar eins og við köllum það hérna fyrir norðan að minnsta kosti. Fulltrúa liðsins sem að vann hreistikeppnina og fara í grunnskólana og fá þau í heimsókn. En hann komin á hækjur daginn eftir sigurinn og Íslandsmetið. Eins gott að það gerist ekki fyrir keppni. En við ætlum líka að tala klám og ofbeldi, hvorki meira né minna. Og ýmislegt annað, en byrjum á því að tala aðeins orkumál. Það ýmislegt því tengt sem er svona efst á baugi hjá mörgum, tala nú ekki raforkuflutninga, loftslagsmál og nú síðast að við erum að fá tengingu milli Akureyrar og Reykjavíkur á rafbílum. En Samorka heldur ársþing sitt í Hofi og hélt það í gær og í dag og við erum búin að fá hérna orkumálafulltrúa Samorku. Verið velkomin. Takk fyrir. Takk. Til að byrja með, bara segðu mér aðeins frá þessu þingi. Hvað er að gerast á Samorkuþingi? Já, þetta sem sagt þing sem haldið á 3 ára fresti. Við köllum það Samorkuþing eins og við komið inn á og þetta er svona eini viðburðurinn hjá okkur þar sem allur geirinn kemur saman, sem bæði raforkuhliðin og veiturhliðin og þetta er svona hápunkturinn þar sem við komum öll saman og fræðumst, förum vel yfir tæknileg málefni, hvað er efst á baugi, hvaða áskoranir eru framundan og svo framvegis og hérna eru skráður á þingið hátt í 400 manns í þessu dásamlega veðri sem hefur verið. Þannig að já, þetta er bara virkilega svona mikilvægt fyrir okkur að koma svona saman og ræða þessi mál. Er eitthvað sérstök yfirskrift á þinginu nú? Það er svona venjan að þetta er alltaf lögð náttúrulega mikil áhersla á tæknileg erindi af því að það er náttúrulega það sem að bara geirinn er að fást við dagstaglega. En það er nýbreytni einmitt í ár að við erum svolítið að horfa á stórmálin og reyna svona að bara blanda okkur bara enn meira í umræðu mál sem að snerta þjóðfélagi allt eins og jafnréttismál, loftslagsmál, orkuöryggi og svona fleira Þannig að það eru svona stóru þemin í ár á Samorkuþingi. Nákvæmlega. Og ég veit að þú ert alveg hoppandi kátur með þessa tengingu milli Akureyrar og Reykjavíkur sem að við fögnum þetta öll. Þú ert allar að keyra meira segja, er það ekki? Á rafbíl? Jó, það er einmitt sérstaklega ánægjulegt að við komumst norður á rafbíl. Orka náttúrunnar er búin að vera svona þróa sig áfram í þessum hleðslustöðvum fyrir rafbíla alveg frá byrjun árs 2014 og umræðan er í raun og veru í kollinum á fólki að fá sér rafbíl, að það er alls konar afsakanir og eins og lengi var sagt að internet er bara bóla, við erum ekki að fara inn á það. Þannig að við erum svona svipuðu stað, tæknin er til, ekkert að henni, bílarnir er alveg fullkomnir og ekkert að því. Þannig að umræðan, afsökunin hefur oft verið fyrir að fá sér ekki rafbíl, hvernig á ég komast á Akureyri. Já, ég skil það. Og þess vegna segja að þetta var fyrsta vígið og Orkusjóður úthlutaði styrkjum til fyrirtækja sem að vildu setja hleðslustöðvar víða land. Því að svona fyrstu árin verður þetta nú ekki mjög arðbær business, þar sem eru fáir og við erum í stóru landi. En nú settum við niður hraðhleðslustöðvar, við kjósum að kalla þetta hlöður. Já. Því að hérna gamla hlöður voru náttúrulega til sveita lengi og nú er þetta bara notað undir hjólhýsi og dót. Já, nákvæmlega. Og heyið í rúlum út á túni. En þarna geymdur við forða fyrir þarfasta þjónin. Og bílinn er náttúrulega þarfasti þjóninn og þá ferði í hlöðu og forða á bílinn. Og við höfum sett þessa hlöðu niður með svona, það er lengst 92 kilometrar og styst 50 kilometrar og þetta er sem sagt í Borgarnesi, í Staðarskála, Blönduós og í Varmahlíð. Þannig að nú eru allir vegir færir milli Akureyrar og Reykjavíkur. Þetta er náttúrulega algjör snilld og við höfum beðið eftir þessu svolítið og þú segir, ég hjó svolítið eftir og segir, það er engin afsökun. Við erum kannski, mér finnst þetta svolítið skemmtilega orðað því kannski, erum við kannski ekki alveg nægilega vel upplýst þróunina. Þú veist, það eru margir sem segja, maður fyrir að hugsa hvað á ég að tengja þetta, ef ég er með bílinn heima hjá mér, þú veist, endist það nógu lengi, er ég að lenda í vesenni, er þetta allt bara kjátaði? Við erum eiginlega að vera búið með allar afsakanirnar sem eru í boði. Og það sem að mínu viti, ég er búin að vera áhugamaður þetta lengi, þar sem að gerði var svona, myllusteinn í þessu þegar að bílaumboðin ábyrgdust batteríin í 8 ár. Þannig að þú bara ert ekki að taka neina áhættu.
Og ég var einmitt með kynningu hér á Samorkuþinginu þar sem að við bárum saman Volkswagen Golfbíl og það hérna Sigurður Friðleifs hérna Orkusetrinu hefur nú verið duglegur að ræða þessi mál. Herra Orka eins og hann þekktur. Herra Orka, já. Og hann einmitt tók samanburð á Volkswagen Golf, bensínbíl og rafmagnsbíl og kostnaðurinn við að keyra hann 100.000 kílómetra sem sagt 1.750.000 með öllu fyrir bensínbílinn, 280.000 fyrir rafmagnsbílinn með öllu. Já. Þannig að þó að kemur vegtollar, þá var það 700.000, þannig að þú veist samt að fá milljón út í. Já, í heildina, þó að sé dýrar að kaupa bílinn kannski upphafi eða við sem við komum en þá, og fyrir utan alltaf bara umhverju að líða vel að upplifa að þú sért að einhvern veginn í nátt, að því það það sem eftir, mann er alltaf gríðarlega stoltur af því hversu mikið að endurnýjanlegum orkugjöfum Íslendingar nota, hvað 85% eða ekki, eitthvað svolítið 80%? Jú, rosalega mikið og svo svona bíla og skipaflótið svolítið eftir. Mann líður alltaf betur þegar maður veit, eða ég þannig, að maður sé einhvern veginn að ekki spurning og ég held að það sé einmitt sko í raun og veru það eina sem að þetta bara ákveðin þröskuldur sem þarf að komast yfir og mér er svolítið skemmtilegt orðið þetta drægnifælni sem að hefur verið notað sko að en það einmitt það sem Orku- og veitufyrirtækin að gera. Þau að útrýma þessari drægnifælni með því að setja upp þessar hleðslustöðvar og hafa bara alveg leitt veginn í því og Orku og náttúrunnar og fleiri fyrirtæki hafa bara gert bara virkilega gott starf í þessu og það bara mjög skammt í það að hringnum verði lokað. Hvenær verði það? Það var einmitt næsta spurning. Hvenær klárir þið? Því að þú veist, við erum að tala um Egilsstað og Höfn þangað þarf ég að komast. Já, það er við erum búin að vera að skoða þetta ansi náið. Fyrst er þetta tæknilega hægt og þá kemur alltaf þessi spurning blessaða flutningskerfið og fyrir þessar þarfir í raun og veru hægt að fara alls staðar hringinn nema það verið smá vandamál á Skjöldustöðum og Jökuldal. Það er einfasa rafmagn og ekki áform að breyta því. Já. Þannig að það er það að velja að staldra það við í 7-8 tíma og hlaða og njóta útsýnisins. En við höldum að það getur nú verið svona þreytandi til lengdar. Smá vesen. Þannig að það er verið að leita að lausna. Það kostar bara aðeins meira en þetta er hægt. Og Orku og Veitu fyrirtækin eru í raun og veru bara líta á þetta sem ákveðna svona samfélagslega ábyrgð sína að gera þetta og leiða þetta og við fullri virðingu fyrir öðrum þá við séum svona getum þetta, eða höfum svona tækni og reynslu til að gera þetta og hefur einmitt sérstaklega gaman að hvað hefur verið góð samvinna við þessi orkufyrirtæki og eins og með Vistorku hérna fyrir norðan að þau fengu úthlutaðan styrki fyrir til dæmis Blönduós og Varmahlíð og við höfum unnið þetta í mjög góðu samstarfi við þá og það var smá vandamál að fá staðsetningu núna fyrir stöð í Varmahlíð því að svona skipulagsmál í gangi og annað og þá komur Landsnet og Rarik inn og stöðinni við tengivirkið þannig að það allir tilbúinir í þetta og það er það sem er svo gaman þannig að það bara engin afsökun lengur og við stefnum að við gerðum samning við N1, ekki N4 og Þetta er að gera það líka að setja upp á öllum þeirra þjónustustöðum þar sem að þetta er og þeir eru náttúrulega með mjög dreift net landi og ég held að þetta muni bara hjálpa okkur að komast hringinn í ár, við stefnum að því. Algjör snilld, já. En sko þetta eru skemmtilegu hlutirnir. Leiðilegu hlutirnir eru kannski samt vert að nefna sem þetta með blessaða flutningskerfið okkar og þorsta okkar Eyfirðinga meðal annars í meira rafmagn. Er þetta eitthvað sem ég veit það, þetta er asnalega spurning, auðvitað veit ég að þið eru að hugsa um það, en hversu mikið, hvað að gerast? Er þetta rætt mikið á þinginu og svo framvegis? Já, að sjálfsögðu, þetta er eitt af áherslumálum og eitt sem er sérstaklega tekið fyrir, er orkuöryggi og bara uppbygging flutningskerfis og þess áttar. Og það stendur ekkert á orkugeiranum að ræða þetta og vilja fræða og opna umræðina svolítið þetta. Það eru leyfismálin sem að svolítið standa í vegi fyrir að gera það verkum að þetta gengur bara hægt fyrir sig. En þetta helst allt klárlega í hendur og þarf kannski bara að fræða betur hvað er verið að tala, taka þessu umræðu svolítið úr skotgröfunum vegna þess að þetta er mjög undarleg umræða um þetta mála því það er eins og margir skilji ekki að þetta er keðja sko. Ef við ætlum að fara í orkuskipti, ef við ætlum að nota þessa endurnýjanlegu orku sem við eigum svo mikið af og draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda sem að gagnast ekki bara okkur heldur öllum heiminum þetta, við öndum öll okkar sama lofti að þá þarf þetta alltaf að vera í lagi. Þannig að það þarf að bara, alveg grillað að við séum ekki einhvern veginn, að reyna
betur og þetta taki svona langan tíma að klára málin og ég örugglega einhver ótrúlega pólitík sem að maður hefur svo sem séð og meðal annars línudans myndi sem að var verið að sýna á RÚV sem kannski útskýrir svolítið hvað þetta allt saman undarlegt og allir vilja vera umhverfisvænir en þetta við viljum samt hafa götur á milli, við viljum fá rafmagn og við viljum ekki bara senda út úr landinu í formi áls, við viljum geta nýtt það heima, við erum ennþá að glíma við að segjum bara Fiskimjölsverksmiðju og Þórshöfn sem ekki með aðgang að rafmagni sem flytur inn þú veist, svartóli, tonnavís sem hún brennir og við sitjum hérna í landi sem með gnótt af rafmagni. Þetta svolítið svona, ég stundum sitja, ég skil ekki. Það sem við erum að tapa á þessu að fólksbílar hér á landi að verja eða olíu sem að kostar 12 milljarða á ári að flytja inn. Og ég fullyrði það með vistvænni orku, raforku, þarf að borga ekki helminginn af þessu. Þannig að það náttúrulega 6 milljarðar bara til að fara að versla innanlands. Þannig að við erum að verða að þessum gæðum meðan við erum í þessu. Ég held samt að bara öll þessi stórvirkjunar mál öll saman hafa, því það síðan annað, að virkja mikið fyrir stóriðju eða að tryggja þetta bara lítil eða meðalstór fyrirtæki á landsbyggðunum sem að náttúrulega, svo ég gerist pólitískt, það hallar á í þessum uppbyggingum og innviðum og stoðum samfélagsins og það sýnir sér svo greinilega þarna manni finnst þetta. Já, það kannski og það verkefni framöndan að fyrir okkur sem störfum í geiranum að einmitt kannski aftengja, það snýst ekki alltaf bara orkufreku kúnana, það snýst eins og þú segir, heimilin, það snýst lítil og meðalstór fyrirtæki og þetta snýst bara byggðaþróun og atvinnutækifæri, jöfn tækifæri fyrir alla í landinu. Þannig að þetta ekki svart og hvítt eins og svo margt í lífinu og, og við þurfum bara að hafa góðar upplýsingar og afla okkur upplýsingar og hjá Samorku við viljum vera fræðandi vettvangur fyrir almenning að það geti sótt sér svona upplýsingar til þess að umræðin fari ekki á svo villigötur og við reynum að sjá heildarmyndina og svo sé hægt að ræða þetta og þannig að minnst fólk taki upplýsta ákvörðun sína skoðun og svo framvegis en þetta klárlega eitthvað sem efst á baugi, ofarlega á baugi hjá okkur sem vinnum í þessum geira. Sko ég geti talað við ykkur endalaus ángríns, þetta virkilegur áhuga flokkur hjá mér en ég held að ég verði að fara, ég skildi segja bara time's up fyrir löngu síðan. Ótrúlega gaman að hitta ykkur, ég hvet þetta fólk til þess að kíkja á Samorku, tékka á þessu rafbílamálum og kannski bara aðeins fara að skrúa hausinn kannski í einhverja lausnaáttir og upp á skotgrónum. Gaman að fá okkur í heimsókn. Takk fyrir okkur. Takk fyrir. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.